þú sagðir þetta væri bara einhver skýrsla ég hef heyrt aðra að segja það að Draghi-skýrslan sé svona bara eitthvað svona, þetta bara ein skýrsla það alls konar hugmyndir, heyrðu hún nú ekki bara minna mikilvæg heldur en það en að framkvæmdastjórnin kemur ekki fram öðruvísi en að vera með einhvers konar umræðu það hvernig Evrópusambandið þarf að þróast með Draghi-skýrsluna og Enrico Letta-skýrsluna sem grunnforsendu fyrir því hvernig þeir eru að hreyfa sig. Lagarde kemur fram og segir, heyrðu, bankakerfið okkar orðið ósamkeppnishæft. Maria Louise Albuquerque sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, hún kemur fram, bankakerfið okkar orðið ósamkeppnishæft. Við erum ekki að fara að sjá fram að það geta bætt úr þessu. Draghi segir, heyrðu, það tekur 19 mánuði að meðaltali að ná einhvers konar regluverki í gegn. Þetta ævintýralega svifaseint batteri en þegar að þeir reyna að breyta einhverju eins og þeir reyndu að gera með landbúnaðarmálin að þá eru bara 16 aðildarríki sem að segja einfaldlega nei og þurfti bara 1. Við ætlum að fara að ganga þarna inn. Út af hverju? Sko, förum í Draghi en fyrst í sambandi við peningamálin og einhliða upptöku. Búið að skoða þetta. Það eru 2 raunhæfir kostir. Það er króna eða upptaka evru sem Evrópusambandsland. Af hverju sem Evrópusambandsland? Að því að einhliða upptaka, Tóti, það er langversta, skilur við. Þú ert þá... Hver er raunverulega munurinn? Þú afsalaðir möguleikan að prenta peninga. Þannig að þú getur ekki lækka gengið og búið til verðbólgu. Aðildarríki er ekki með möguleikan til að prenta peninga. Nei, ég veit það. En á sama tíma, og þú ert búin að afsalaði þessu, sem er mikilvægt, þetta er heldur rökin fyrir krónunni, að þá ert ekki með neitt lánveitenda til þrautar vara. Þú ert ekki með neitt bakhjarl. Sko, þetta getur hentað einhverjum business á Íslandi, en almenning á Íslandi að fara að taka upp dollar eða evra, verður þá mest skást að taka upp evru. Við erum náttúrulega mest í viðskiptum þar, bæði í innflutningi og útflutningi, að þetta er bara ekki góð hugmynd. Nei, ég sammála þessi ekki góð hugmynd, en það er bara, hvernig bakhjarlar, bara eins og Grikkir fengu bakhjarla í kringum hrunið. Til dæmis. En það var ekki gott. Ekki gott? Ég meina þeir fengu þó allan að lána á kjörum sem enginn vildi lána þeim. Nei, en þeir alltaf aftur á móti benda á það að ástæðan fyrir því að þeir eru að stóru hluta ekki komin rétt úr kútnum síðan ákvæðlega út af því að þeir voru með þessa evru. Tóti, sko, vandi Grikkja er fyrst og fremst Grikkjum að kenna. Já, þeir voru að falsa þeir fölsuðu fjárlögu hjá sér og allt sem kom frá ríkinu, þetta var kerfisbundið svindl, þeir lugu sig inn í evruna og þeir þurfa bara að díla við það sjálfur. Þannig er það í Evrópusambandinu, hver er sinna gefur smiður og ef að þú drullar upp á bak, að þá skal þú díla við það. Já. Það er enginn að fara að borga það fyrir því. Sko. Akkur ættu við að fara í bandala með svona skussum? Með svona skussum? Af því að þeir eru 1 þjóð 27. Það eru alls konar þjóður inni. Já, ég trú ekki að þið finnist þetta. Þú ert svo klár, sko. Nei, Tóti, sko, þetta er ekki þannig með sko, Evrópusambandið eru ríki sem ákveða að vinna saman. Þetta er samstarf. Og þetta er ekki þannig að þú getur tekið einhvern veginn, eins og hef stundum sagt, sko, að með fara á þyrlunni, sko, og svo byrju, hvar getur við fundið hátt atvinnuleysi? Ekki Danmörku, ekki á Írland, nei, við skulum ekki tala um Luxemburg. Heyrðu, Spánn. Förum til Spánar, eru ríkiskuldir, bara Grikkland og svo velja menn alltaf Þið gerir þetta líka. Nei, ég get ekki talað fyrir aðra. Ég vil bara bera mig saman við Svíþjóð og Danmörku. Nei, ég meina ef þú ert að bera saman Ísland í þessari flóru í samvinnu, skilurðu, að þá lítur náttúrulega til þeirra þjóða sem eru lýðræðisþjóðir, hafa verið að lengi, eru með kerfin svona þokkalegi lagi